Já, okkur þátti vel við hæfi á sjómannadaginn að byrja á sjómannavalsi. Þó þetta var nú kannski ekki beint sálmur, að þá tengjum við öll við þetta hvað sjómennskan skiptir okkur Íslendinga miklu máli og án sjávarauðlindarinnar og í gegnum aldirnar, ef við hefðum ekki haft fiskimiðin okkar, þá hefðum við ekki getað lifað lengi hér á landi. Og þess vegna gerum við sjónum og sjómönnum svona hátt undir höfði í dag. En velkomin í messuna hér á þessu fallega júníkvöldi og eins og við gerum í messum alltaf þá biðjum við fyrir stjórnvöldum og forsetanum og nú biðjum við fyrir nýjum forseta sem að þjóðin kaus sér í gær og óskum henni blessunar og velfarnaðar. Ég átti mig á því að það var kosið alls konar af ykkur hér en við saminumst svo alltaf forsetan okkar. Og það er gaman að segja frá því að það er svona smá tengingar hérna. Hún bjó hérna í Lindasókn og sóknarpresturinn okkar, Gummi Kalli, fyrir 20 árum í vikunni, gifti þau hérna í hverfinu og svo veit ég að móðir hennar var mjög dugleg að koma hérna á 50-dags stundirnar okkar. Þannig að við erum stolt af þeirri tengingu og byggjum henni blessunar fyrir starfið fyrir Íslendinga. En við skulum hefja þessa stund á því að signa okkur að segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við förum saman með upphafsbæn. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og lífverðni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Og þá ætlum við aðeins, það er svona, þegar sumarið þá stundum leikum við okkur aðeins, við höfum aðeins styttri stundir, kórinn í fríi en það er nú aldeilis vel skipa hjá okkur samt. Það er hann Óskar Einarsson sem situr við flíilinn sem endrar nær. Og svo erum við með hammondleikara og það er hann Þórir Haraldsson og bassa, það er Páll Elvar Pálsson og svo er það Andrea Bóel Bæringsdóttir úr kórnum sem syngur og Katrín Valdís Hjartardóttir. Og þau ætla núna að taka eitt svona fallegt lag, eða ástarlag sem heitir Okkar nótt og ástin skiptir máli og við skulum bara njóta þess að heyra þetta fallega dægur lag. Sér hvert andartak eilíft fyrir mér.
einhvern veginn hefjist hér og nú. Ástæðan þú. Legðu hönd í lófa minn, langt í burt dagurinn, ekkert liggur á. Þetta okkar nótt og okkar einu líf. Ég vil njóta hverrar mínútu með þér. Ég vil hvísla nafnið þitt og hvíla hér, sem hvert andartak eilíf fyrir mér. Og ég hugsa ekkert annað eins og þér. Ég vil njóta hverrar mínútu með þér. Ég vil hvísla nafnið þitt og hvíla hér, sem hvert andartak eilíf fyrir mér. Útilokum allt við Takk fyrir þennan fallega söng. En nú les ég Guðspjallið og bið ykkur sem eigið auðvelt með að rísa á sætum við heyrum heilagt Guðspjall sem skrifað stendur í Mattheusarguðspjalli. Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesús svaf. Þeir vekja hann og segja: Drottinn, bjarg okkur, við förumst. Hann sagði þá við þá: Hví eru þér hræddir, þið trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og varð stillilogn. Mennirnir undruðust og sögðu: Hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vötn hlýða honum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Og lof sé þér Kristur. Og svo játum við okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans engason, drottinn vorn sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. sem
standast eins og ber, í trú mig láttu líða, svo líki Drottinn fer. Dauðans brotur bitur, mér beiskri veldur frá. Þá trú fjöllin flytur, mig friða láttu þá. Takk fyrir þennan fallega flutning, en eins og ég talaði áðan og myndi á, þá sjómannadagurinn að kveldi kominn og sjómennskan skiptir okkur Íslendinga miklu máli. Ég nefndi áðan bara hvað það að draga þessi björg í bjú skipti okkur öllu og hvað það var mikil verðmæti í lýsinu og annað. Við gæti haldið langan fyrirlestur mikilvægi fisksins. En sjómannslífið og það að sigla á bát, það líka mótar það svo mikið hvernig við hugsum. Ég get ekki sagt að ég hafi mikla reynslu af sjó, en þegar ég fór á bara með Akraborginni og það var nú ekki mikil sjómennska. Maður var aðalega að komast í sjoppuna og þetta var klukkutími. Það svona nánast lengstu ferðirnar sem ég farið, en ég skil samt mjög vel og það snertir mann á sérstakann hátt þegar það eru notuð orðtök sem vísa í sjóinn. Ég ætla að lesa nokkur og þið getur örugglega máta þessi hugtök og máltæki við aðstæður í lífinu sem við höfum gengið í gegnum. Að stíga ölduna. Að vera komin á fremsta hlunn með eitthvað. Róa öllum árum að einhverju. Að sigla lygnan sjó. Það komið babb í bátinn. Að haga seglum eftir vindi. Að láta ölduna brotna á sér. Að láta einhvern sigla sinn sjó. Að renna blint í sjóinn, að draga saman seglin, að sigla milli skers og báru, að taka of djúpt í árinni, að sjá að eitthvað nú ekki upp á marga fiska og finna að eitthvað ekki að fá byr í seglin, að vera með seinni skipunum. Ég þekki þetta nú ágætlega. Óskar glottir. Að það ekki á vísan að róa. Stundum gefur á bátinn. Og við vitum líka að það eru fleiri fiskar í sjónum. Ég gæti tínt til fleiri en ég ætla að láta þetta duga. En hugsa ykkur hvað það segir okkur mikið það hvernig við skiljum okkur sjálf. Og í hinum kristna trúararfi þá líka mikið notað að við séum á langferðum lífsins haf, eins og sálmaskáldi sagði. Ég segi mjög oft í jarðarförum þetta fallega vers Valdimars Brím: stýr mínu fari heilu heim, í höfn á friðarlandi, þar mig í þinni gæslu geim og Guð minn alls valdandi. Við þurfum, þegar við siglum í gegnum lífsins ólgusjó, þá þurfum við áttavita. Og við þurfum einhvern sem að hjálpar okkur að velja rétta leið. Og það Kristur. Og þess vegna skiljum við svo vel þessar fallegu ljóðlínur sem einn af okkar ástælari í sjómannasálmum. Ég á langferð lífsins haf og löngum breytinga kenni.
mér stefnu frelsarinn góður gaf, ég glaður fer eftir henni. Mig ber að dýrlegum ljósum löndum, þar lífsins tré gróa á fögrum ströndum, við sumar yl og sólar dýrð. Og stundum sigli ég blíðan byr, og bræðra samfylgd þá hlýt ég, og kjölfars hinna fóru fyrr, án fyrir hafnar þá nýt ég. Í sólarljósi særin fríður, og sér hver dagurinn óðar líður, siglt fyrir fullum byr. En stundum aftur ég aleit má, í ofsa rokinu berjast, þá skellur niðdim nóttin á, svo naumast hægt að verjast. Ég greini ei vitan ég landi lengur, en ljúfur Jesús á öldum gengur, borð til mín í tæka tíð. Þá hinsti garðurinn úti ég eigi land fyrir stöfnum, og eftir sólfæðum sæ mig ber að sælum blælignum höfnum. Og ótal klukkur ég heyri hringja, og hersing ljósengla drottin syngja, velkomin hingað heim til vor. Hugsið hvað þetta falleg erindi og taka bæði á því að við getum farið í gegnum meðbyr en líka mótbyr. Og það ýmsar líkingar þarna, eins og meðal annars: ég greini ei vitan ég landi lengur, en ljúfur Jesús á öldum gengur, borð til mín í tæka tíð. Og þarna verið að vísa í þessu þekktu sögu sem við munum mörg hver eftir úr sunnudagaskólanum, þegar Pétur ætlar að ganga til Jesú þar sem hann á vatninu. Þetta kraftaverk sem lýst, og hann gengur í áttina til hans, en svo fer hann að vera hræddur og missir sjónar af Jesú, og hvað gerist þá samkvæmt sögunni? Hann byrjar að sökkva. Og hann verður svo óttasleginn, en svo það sem Jesús kemur til hans og tekur í höndina á honum og reisir hann aftur upp. Og þetta kraftaverk, við erum ekki að reyna að kenna fólki að þú þarft ekki að læra að synda, þú bara hefur nógu mikla trú, þá bara getur gengið á vatni eitthvað slíkt, en það ofboðslega djúp og mikil myndling í þessu. Og ég átta mig hvað best á því þegar ég heyrði stúlku sem var með mér í guðfræðideildinni og núna prestur lýsa því þegar hún fór í gegnum eins erfiðar sorgir og hægt að hugsa sér. En þá missti hún manninn sinn, bara fyrirvaralaust var hann brákvaddur frá 2 börnum, og við tók náttúrulega ofboðslega djúp og mikil sorg, en hún sagði þegar mér leið hvað verst, þá sá ég þessa mynd allt í einum fyrir mér, hún svo kom til mín. Og þá fattaði ég var farin að sökkva, en Jesús var þarna og Guð með sinn styrk. Hún færði þetta í orð þar sem hún segir: Guð og menn, þeim hef ég sannarlega mætt, og dætur mínar 2 við horfðum inn í myrkur sorgarinnar og missisins. Mitt í myrkri öndvartingarnar birtist mér þó ljós minninganna. Uppkom mynd sem ég hafði ekki áður munað. Mynd sem hafði ferðast með mér og hvílt djúpt í undir meðvitund minni. Myndin af Jesú. Ég hafði mist alla von og sökk niður í myrk djúp sorgarinnar, en þá birtist mér þetta ljós. Mitt í örvæntingu minni sá ég svo skýrt mynd af Pétri, þar sem hann fellur útburðis af bát þeirra lærisveinanna. Hann sekkur dýpra og dýpra og stendur frammi fyrir valið þess að missa vonina eða eyjana. Hann ákveður að trúa á lífið, og honum birtist senn hönd Jesú sem teygir sig niður djúpið og grípur úlnliðans. Honum bjargað, og hann finnur til þess öryggis sem hann vissi að hann ætti í þessu handtaki, sem engum myndi bregðast. Þessi mynd var ekki tilviljun háð, hún hluti af mér og átti sér stað í huga mínum vegna þess að ég hefði notið þess sem barn að sækja barnastarf kirkjunar á sunnudögum. Þar hlustuðum við á sögurnar af Jesú og lærisveinunum og fengum litlar myndir með okkur heim. Það var ein af þessum myndum sem komum mér til bjargar. Ég vissi að ég gæti trúað á lífið. Ég fannst það svo sterkt þegar ég heyrði þetta, hugsið ykkur. Þegar við förum í gegnum ölduganginn og rótið og finnst við ekki eiga fast land undir fótum,
að geta þá hugsað til þess að það stærra elskandi hugur að baki, Guð sem að þrátt fyrir allt tilbúinn að beygja sig niður og taka fast hönd okkar og reisa okkur upp. Og þessi mynd, einfalda sunnudagaskólamynd, barnaleg myndu margir segja, var blessunin og ljósið sem hún þurfti í erfiðustu aðstæðunum. Og það reynsla trúarinnar að Guð getur gefið okkur styrk. Og þess vegna skulum við færa okkur frá þessari mynd sem við kannski haft í huganum og fara í annað listaverk sem söngur, og nú verður sungið fyrir okkur Þú styrk mér gafst. Ef sorg ég finn og sál niður dregin, syrtir af og hjarta byrðar ber, þá bið ég þín og hljóðabæn þér sendi, uns birtist þú og dvelur hér hjá. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindi, þú styrk mér gafst að ganga úfinn sjó, styrk ég þín í sterkum örmum þínum, þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó. Þótt lífið sjálft sé aldrei laust við angur, hvert órótt hjarta slög sín veikust lag, en þú kemur undra gleði ég fyllist, þá augað skyggnast inn í eilífð fær. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindi, þú styrk mér gafst að ganga úfinn sjó, styrk ég þín í sterkum örmum þínum, þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindi, þú styrk mér gafst að ganga úfinn sjó, styrk ég þín í sterkum
Þú styrk mér gafst að gangum úfinn sjó. Þetta svo fallegur sálmur. En nú komið að því að við getum beðið til Guðs og það sérstök bænastund sem virkar þannig fyrir ykkur sem eru ný að þið getið skrifa niður bænarefni og sett í bænaaltarið þarna í endanum. En það má líka bara sitja þar sem maður og biðja meðan að það tónlist í gangi. Og eins má líka fara og kveikja á bænakerti ef manni þykir það betra. En við skulum núna ganga inn í bænastundina og leyfa okkur að opna hjartað og hleypa Guði og visku Guðs og huggun að. Góði Guð, takk fyrir að fáum að koma hér saman í kirkju þinni og leita eftir þinni leiðsögn og þínum styrk. Á þessari stundu viljum við sérstaklega biðja fyrir öllum þeim sem syrgja á þessari stundu og sakna. Viljum biðja fyrir aðstandendum þeirra sem mistu í slysinu í Fnjóská. Við viljum líka biðja fyrir öllum þeim sem búa í Grindavík og hafa þurft að fara í gegnum erfiða raunir undanfarna vikur, daga og misseri. Veittu þeim þína huggun og styrk og leiðum að finna að þó að sjórinn sé stundum úfinn, að þá ert þú með. Við biðjum líka fyrir alþingi og ríkisstjórn og þeim sem ráða í bæjarfélögum og sveitastjórnum. En á þessari stundu líka biðjum við nýja forsetanum okkar, Höllu Tómasdóttur, blessunar í starfi sínu. Vaktu yfir henni. Þú þekkir allt sem á hjart okkar hvílir, áhyggjurnar sem við nefndum áðan, en líka þakkarefnin. Við felum þér þau nú í hljóðri bæn.
Svo segjum við saman bænina sem Jesús kendi: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá bið ég ykkur sem er auðvelt með að rísa úr sætum á nýjan leik, og við erum alltaf send út með hérna drottinlegu blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Þá þökkum við fyrir stundina. Takk kærlega fyrir að gefa af tíma ykkar og syngja með svona fallegum hætti og spila fyrir okkur. Við erum einstaklega þakklátt fyrir það. En förum í friði Guðs og þjónum drottni með gleði.
Þá þökkum við bara samveruna í kvöld og minnum á að næsta sunnudagskvöld aftur messa og sunnudagsskóli klukkan 11 líka.